Blessaður Nafni. Við höfum fengið úthlutað þessu verkefni að leiða þessar umræður. Og það bók Benedikts páfa 16. eða Jósefs Ratzingers sem liggur til grundvallar. Hún heitir Jesús frá Nasaret, bókin, og gefur þann til kynna hvað að fjalla. Og þarna páfinn eða Ratzinger að fjalla svona persónu Jesú Krist, setur svona hans tankar og hann að fjalla hann svona bæði trúfræðilega og út frá ritstýringu og svona spurningum þessa sannleiksleit áreiðanleika guðspjallana. Fer svona víðan völl. Rauði þráðurinn ævi Jesú Krist þar sem hann byrjar á skírn Jesú og endar á ummynduninni. Ég er bæði guðfræðingur og kaþólskur. Þó að ég telji það ekki mestu skipta neitt hérna fyrir mín að vera hér, hvort ég sé kaþólskur eða ekki. Þá það bara, það var partur af mínu bakgrunni. Og ég vil þakka fyrir þá hugulsemi og að bjóða mér hingað. En við margir upplifum þegar við komum í þessa guðfræðideild svona hálfgert áfall sem fólst í þessum Nýja testamentis fræðum ekki síst, vísindunum varðandi kritíkina fræðimanna 18. og 19. aldar og áfram og nýguðfræðinar á sem sagt grunn guðspjallanna og Nýja testamentisins og hvernig, við þekkjum náttúrulega gjarnan margir hafa heyrt ekki síst á síðustu áratugum af gagnrýni á trúverðugleika guðspjallanna og hvort Jesús hafi raunverulega verið til jafnvel og margt annað í þessum dúr sem verið svona mikið frá vantrúarmönnum. En þarna að jafnvel frá kristnum vísindamönnum, kristnum bókmenntafræðingum getum við kallað, eða biblíufræðingum sem eru mjög mikið í því að að ríma niður trú þess sem les viðkomandi menn á textana og þeir eru með alls konar nálganir og eru með ákveðnar aðferðir hérna historisk kritísk metódi eitt það er svona sögukritík og annað og þeir eru með alls konar textarýni sem flokka þetta niður í ákveðnar tegundir bókmennta og þeir eru búin að búta þetta svo mikið sundur að þeir eru það er mjög erfitt að ná heildarmyndinni hjá þeim og þar er ekki mjög erfitt fyrir ef að geta mann að festa upp úr því trú á áreiðanleika þarna. Nálgunin er allverulega mikið önnur hér í þessu riti eftir Ratzinger. Nú, þó að þetta sé yfirmaður kirkjuminnar og trúbróður, að þá finnst mér mjög þægilegt að geta að þetta með nálgust þarna þetta rit, innihald þessa rits, ekki út frá því að hann sé kaþólikki eða páfi, heldur eins og hann sjálfur lýsir í hérna. Hann segir til dæmis, ekki þarf að taka fram að bók þessi ekki á neinn hátt tilraun til að skrifa meistaraverk. Henni er einvörðungu ætlað að tjá persónulega leit mína að augliti drottins, vitnar hann í Sálm 27. Og hann segir, öllum er því heimilt að vera ósámála mér. Ég vil aðeins biðja lesendur mína að sýna mér velvild, því án hennar getur engin skilningur orðið. Að sýna hann velvild, en ekki endilega trú á þeim hans, eða þeim að vera ósammála og svo framvegis. Hann fer ekki fram á meira og þetta finnst mér óvarlega að tala og vel. Hann hóf þetta verk áður en hann sem sagt tók við þessu embætti sem hann í. En hélt því síðan áfram, þótt að vera kjörinn páfi. Og nú mun ég ekki minnast á hann hérna raunverulega sem páfa. Ég vil kalla hann Ratzinger. Hann skrifar þetta raunverulega sem einstaklingur sem þarna að tjá sína persónulega leit að augliti Guðs. Þetta ekki boðskapur páfagars eða slíkt Nei, og þetta til dæmis að leitum á, þetta hefði komið fram 100 árum áður svona bók og það hefði alveg komið að fjöllum að sjá þetta. Hann var náttúrulega kennivaldið þarna. Það var ekki langt síðan þá sem var búið að úrskurða að páfi væri með þessi óskikul í vissum yfirlýsingum sínum. Og þó að það séu bara stöku yfirlýsingar
og bara tvær á 19. og 20. öld sem eru fallað undir þetta hjá hana, hann ekki með neina tilætlun. Þetta ekki encyklíkum eða páfabréf, umburðarbréf páfa til dæmis. Þetta ekki ætlast til þess að kaþólikkonum einsinu. Heldur þarna hann eiginlega líka í svona gespräch eða í samtali eða í dialóg við fræðin, sko. Hann líka í dialóg við þessi kritísku fræði sem ég var að nefna Nýja testamentsi fræðingana, og það kemur mjög víða fram inn í þessu riti. Það vill hann til, sko, að Jakob F. Ásgeirsson sem með bókafélagið Uglu, hann þekkti nú til minn og þetta var hann ekki hýta mér, kona sem hýta þetta, en hann vildi fá mig, að ég var prófarkalesari, til þess að lesa yfir ritið, sko. Ég las prófarkir af ritinu, sko. Þannig að ég komst alltaf vel inn í það og þegar ég las þetta rit, sko, þá verð ég að segja eins og einmitt líka með hliðsjón af minni reynslu í guðfræðideild, að þarna vorum við að lesa, og ég vil ekki gera lítið úr þessum sérfræðingum, þessum rýnendum í guðspjöldin, þessara miklu fræðumanna sem þar eru, og margir eru nefndir eins og Snakkenburg og Jókim Jeremías og svo framvegis. Jókim var þessi fræðingur. Og Knilka. Og Knilka, já, og alls konar menn, og ég meina þeim ratast svo sannarlega mörg sönn orð á munn. En þetta eru mjög merkileg fræði, það mjög gaman að gera þetta, líka bara ekki síst kannski fyrir þann sem með einhverja staðfestu í trú sinni. Hann veit alveg að hann ætlar ekkert að láta hrekjast af grunni trúarinnar. Hann hefur mætt Kristi, sko, hann hefur fundið að Kristi talaði til hans í Guðspjöllunum. Hann ætlar ekkert að láta hrekjast af því, og hann lítur nú stundum á þetta svona prósnat út í annað þegar hann sér hvað menn geta orðið smásmögulegir í einhverju tiltrú á einhverja formgerða greiningu sína á textum sem virðist margt af því nánast svona tilgátu kennt og furðulegt, og það kemur aðeins inn á það í þessum köflum. En sem sagt þessi Jósef Ratzinger, þau eru aðtóða það að hann ekkert fyrst og fremst einhver rómarmaður, uppbygging hans, sko, hans bakgrunn sá að hann akademikur, hann bara kennari, guðfræðikennari frá góðum þýskum skólum, háskólum, og var þar alveg áratugum saman. Og hann alveg á kafi inn í öllu þessu. Ég hef mikla tiltrú á gæðum þessa verks, líka frá vísindalegu sjónarmiði, sko, biblíufræðana og trúarfræðana. Þetta sem var með nánast þessu opinberun var það að, sko, ég hugsaði meðan ég var að prófarkalesa bókina, víða, þá hugsaði ég til minna kollega, presta og guðfræðinga, sem höfum verið hana í guðfræðdeildinni, að þarna væri svo margt komið fram af alls konar nýjum áfengum og niðurstöðum í þessum biblíufræðum, margt af nýju og spennandi hlutum sem hafa komið þarna fram. Þetta mjög spennandi bók, segi ég, fyrir með lútersku prestana, sko. Og ég ger ekki ráð fyrir að þeir líta á þessa bók með einhverjum fordómum, eins og ég búin að sýna líka að hans hógværa nálgun af verkefninu, að skrifa ævisögu Jesú, ekki bara í fleiri, að hans hógværa nálgun ekki, hann kemur fram aðkast til með einhverju kennivaldi sínu til þess að menn taki við honum. Heldur hann setur sig nánast líka á milli tannanna þess vegna á fræðimönnum ef hann væri hann er í tiltali til þeirra og dialóg við á og það sumstaðar mjög gaman að sjá sprettina í þeim efnum líka. Og varðandi í guðspjöllin, þá svo sem hægt að kannski nálgast þau frá einhversum sjónarhornum. Þau eru náttúrulega ekki hlutlaus sagnfræðileg rit eða þau eru ekki ævisögur Jesú með beinum hætti. Og segja má þessi reyni sérstak bókmenntaform, sko. Þetta ekki hetjusögur eins og kannski voru skrifaðar á þessum tíma einhverjar hetjur trúarfræðanna. Því að það náttúrulega lögð svo mikil áhersla á lægingu Jesú og þjáningar sem ekki gera. En umfram allt náttúrulega eru guðspjöllin skrifuð út frá tilteknu markmiði og frá þeirri fullvissu að maðurinn Jesús frá Nasaret, sá sem starfaði að líkindum mest í Galileu, hafi verið hinn fyrirheitni Messías
sem þjóð Guðs var lofað og hann hafi verið Guðs sonur og frelsari og hann gaf honum vonarsnauðu nýja von og endurreisti fólk og varpaði nýju ljósi á lögmál gyðinga sem hann kannski sýndi fram á að væri bara takmörkuð svona varða á leiðinni til þess að fylgja til þess að ná því markmið að elska náungan á skilyrðislausan hátt, sama hvaða þjóðerni það væri eða trú eða kyni og kynþætti og svo framvegis. Og Jesús notaði miklu mæli dæmisögur og líkingar til að koma boðskap sínum á framfæri. Og þá það náttúrulega nokkuð ljóst að þegar við lesum Guðspjöllin þá komumst við fljótt að því að 3 þeirra, þau Matteus, Markus og Lúkas, þau eru mjög lík hvað varðar uppbyggingu og orðaval og það svo mjög að þau eru samhljóða frá orði til orðs á löngum köflum og þess vegna hafa menn jafnan talið að þau byggja á sama grunni eða sé sameiginleg undirstaða undir þeim sko og þess vegna jafnan kölluð samstofna Guðspjöllin og það bent til þess að snemma hafi þróast einhvers konar sögur af Jesú eða sagnaefni sem hafi svona einhvern veginn varðveist í munnlegri geymd og sem byggði umfram allt á reynslu sjónarvott af Jesú sko. Vil ekki segja það? Jú, byggir á reynslu sjónarvott af Jesú og notað var í hinum fyrstu kristnu söfnuðum og eins og þeir komast beinilins á orði voru við ekki sjónarvottar á þessu og heyrnarvottar og þeir gera þetta í hvað við postulasögunar og víðar kemur þetta fram. Og þetta tel ég að minnst að leyfi mér að halda fram að sé mikið svona styrkleika merki fyrir áræðanleika Guðspjallanna að það virðist vera mjög sterkt samhengi eða samfella sko milli lærisveina Jesú eða allra fyrstu Kristusafnaðana og svo hins vegar fyrstu áheyrenda Guðspjallanna þó að bili sér örfáar áratugir að ég meina því að eins og ég veit ekki hvað þú gamall sko en þú getur örugglega rifjað upp sögur og hluti sem gerist fyrir 30 árum sko já og sennilega miklu meira það sko að það sem talað að þetta sé einhver ótrúverðuleiki þó líði nokkur áratugir sko en eins og Gunnleifur sko þú örugglega kannt margar sögur á menntaskóla eða þínum unglingsárum eða hvað það nú áður nú guðfræðideildinni sko og þannig að þetta held ég ekki svo í rauninni engin svo oft kannski lagt Guðspjöllunum til lasts að þau séu skrifið þetta löngu eftir daga Jesú sko. Þau sennilegt að það séu frumdrög að svona frum Já, til dæmis og arameísku Já og þegar að kannski uppskriftir á ummælum Jesú og þessi og það þessi logía sem talar eða orð Jesú og sem sagt þetta kú eða kvelli eða heimildin sem notað heimilda bakvið bæði Matteusar og Markusar Guðspjall og Lúkasar hvernig þetta er leiðsögu tilgáta hjá þýskum guðfræðingum mjög snemma þar að segja á þessum tíma sem guðfræðirannsóknir eru nýjaldar eru komnar í algleyming svona á 18. og 19. öld sko þá alltaf ekki 19. aldar sköpun þessi hugmyndin eða tilgátan kvelli eða heimildina heimildina sem var notuð þarna af þessum og sem þetta þá gert ráð fyrir margir sem tala þetta sé svona 10-15 árum eftir krossfestinguna sé komin til slík ræðusöfn og annað og fyrst hefði maður allavega arameist svona frumguðspjall sko. Og það má ekki segja sko að þegar fólki eru fyrstu kristnu söfnum fyrir eldast eða falla frá þá þörfin orðin svo skýr að skrifa þetta að spyrja í hvað sko áttu Guðspjöllin eins og við þekkjum þau sér raunverulega stað í mannkynssögunni og hver var Jesús frá Nasaret? Það finnst að í Markus og Guðspjöllin sjóferðarfrásöguna sem tekið fram sérstaklega að Jesús hafi sofið á kotta þessi stórt atriði sko. Þetta er svona nærfærin svona sögursviðs smáatriði sko sem hvernig kemur þetta inn í þetta og þetta er svona gæðir það einmitt meiri trúverðuleika sko þetta sé einmitt bara partur af upplifun sjónarvottarins síðan hérna aftur varðandi sko tímasetninguna að þá hjá Lúkasi segir
taka við þessar myndir að kom frá Ágústus keisara. Þarna orðið sko rómverska keisaradæmið sem er bakgrunnurinn, það mannkynssagan. Þetta ekki bara tímasetningin að marka sögu gyðinganna og síðan þetta tekið alveg nákvæmlega. Lúkas tekur aftur upp þráðinn þegar hann hefur frásögnina af skýraranum sem markar upp á starfs Jesú eða fólksins. Í þetta sinn segir hann okkur hátíðlega og nákvæmlega að það hafi verið á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontíus var landstjóri í Júdeu en Heródes fjórðungsstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonítis héraði og Lísanías í Albilene. Í æðsta preststíð líka Annasar og Kæfar. Aftur líf Jesú tímasett í mannkynssögunni með tilvísun til Rómakeisara og annarra og atriði það að þessi guðspjöld eru þarna orðin til fullsköpuð samsvarandi guðspjöldum og upp úr 70 eftir Krist. Þetta ekki sett fyrir heiminn til þess að fara að ljúga einhver inn í einhver tíma. Það vísað til þess nákvæmlega hvenær Kristur að hefja þetta. Þetta auðvelt fyrir menn eins og við veitum, menn hafa minni hérna alveg nokkur áratug aftur í tímann. Það ekki þetta að ljúga þessu til að þetta sé einhver tilbúningur að þessi Kristur, að þessi Jesús hafi verið til frá Nasaret og þessi hlutir hafi verið að eiga sér stað. Ratzinger eða Páfinn, hann náttúrulega trúaður maður eins og kemur okkur ekki óvart og hafa til sinni umfjöldin náttúrulega ganga út frá tengslum Jesú við Guð, Jesú sonur Guðs og hann sonur Guðs sem það til faðir, sonur faðir, það tengsl og hann vitnar í fræðimannin Snarkenburg sem sagði á einum stað sem Ratzinger vitnar í bókinni án tengsla við Guð persóna Jesú óskýr, óraunveruleg og óútskýranleg. Hinn sanni kjarni persónuleika hans byggir á sambandi hans við föðurinn. Og Ratzinger gengur líka út frá því að trú okkar kristinna hljóti að ganga út frá þessum sögulega atburði sem átt sér stað þessi ár sem Jesús Kristur gekk hér á jörðinni. Að trúin okkar söguleg trú sem að byggir á atburðum sem gerðust í raun og veru sko. Hann leggur mjög mikla áherslu á það. Og Ratzinger gerir ráð fyrir Guði sem hluta veruleikanum og því að hann vilji tala til okkar eða láta til sín taka á vettvangi sögunar á. Þegar hann talar Jesú Kristus son Guðs þá leggur hann áherslu að sonurinn tengslað út. Þetta sonur getur ekki verið til nema hann hafi föðurinn sem grundvall. Þú komst hérna inn á, þá eru ýmis atriði líka úr fornleifafræðinni sem hafa staðfest margt bæði varðandi sko ýmislegt í guðspjöldunum byggingar og fleira og nöfn manna, jafnvel nöfn rómverskra höfðingja sem voru ekki nema saklegar heimildur og voru í postulasögun eða slíkt nafn og svo bara fannst það við fornleifagröft löngu seinna að þetta var rétt að þessi maður var þarna þjónandi, grískumælandi rómverskur embættismaður að þessi sagnfræðilegi rammi hann stenst alveg. Þá eru svo til vitnisburðir úr rómverskri sögu hjá Tacitussi og Suetoniusi og fyrir árið 100, 112 eða 15 eitt af þessu og líka í Jósefusar, gyðingasögu Jósefusar sem var gyðingur en var virtur sagnaritari í Rómaveldi. Þannig að þó að það sé ekki samtíma heimildir nákvæmlega þar ýmislegt sem Jesús einhverjar utan guðspjalla heimildir að þá eru þessar heimildir alveg fyrir hendi og svo það líka öll hinn innri rök heimildanna. Hinn innri rök þarf að segja, þetta hinn ytri rök, má segja, en innri rök eins og varðandi bæði málfar og hugsun og stofnanir og hvernig embættiskerfið var og virkaði og svo framvegis, að þetta stenst dóm sagnfræðinnar, þann sem hún hefur færi á að kveða upp úr dóma Frank Ratzinger að hann sem sagt sýnir að það mjög erfitt raunverulega ef menn eru raunverulega krítískir og skoða það sem liggur hérna fyrir hendi það mjög erfitt að skýra hann í burtu og telja að þetta hafa allt verið búið til einhvern veginn eftir á
til dæmis vitnar hann í eins konar guðspjalli í frummynd hjá Páli í Filippíbréfinu, já, öðrum kaflanum Sálmurinn. Já, þetta svona játningarsálmur, eins konar hálfgerð frumdrög að kredói eða trúarjátningu sko, Krist sko, og viðurkennir hans Guðssonar eðli og hvernig hann afklæddist dýrðinni sko, gerðist maður, tók á sig mannlegt hold, en hvernig hann raunverulega Guðssonurinn eilífi, hluti eða partur af eðli Guðs, að þá hvernig hann glímir við það í testa einu stað sko, að þetta er sem sagt ekki eitthvað sem einhverjir eiginlega hafa geta svo auðveldlega bara spunnið upp. Þetta er hann sýnir fram á hvernig þetta er svo eðlilega gengur fram af gengur út frá heildinni og samhenginu í guðspjöllunum. Hann minnist sem á einu staðum að hvernig kaþólsk stefna í þessum málum varðandi biblíutúlkanir hafi breyst sko, og því að aldamótin 1900 þá voru þeir mjög stífir á meiningunum og þetta átti eiginlega bara í höndum kirkjunnar og prestanna að vera að túlka vitninguna og það var kaþólska kirkjan var mjög lokuð fyrir hinum vísindalegu biblíurannsóknum en síðan stofnaðir til biblíunefndar og þeir eru þarna með vissa þróun sem að rekur áfram sko alveg frá bréfum 1943 og svo til Vatikanþingsins síðara sem 1960 eitthvað og fleira það koma mikilvæg skjöl biblíunefndar Páfastóls túlkun biblíunar í kirkjunni Vatikanið 1993 og gyðingar og heil og ritning þeirra í kristinni biblíu. Varðandi sko sagnfræðilegu rannsóknir sko, þá vill hann algjörlega viðurkenna sko rétt sagnfræðina til þess að taka þetta allt bara ekki kannski kverkartæki en taka þetta góðu tæki Guðspjöllin og rannsaka, en þið sjáum til þessi í kaflanum í Skírnýjarsbók, þá hann fljótlega komin út á allt annað svið heldur en kannski endilega hið akademiska og Nýjatestamentis fræðilega kritísku merkingunni. Hann fljótlega komin út í verulega sko guðfræði og djúpa guðfræði sko. En hann má segja, hann sé að presentera, hann sé að leggja fram vitundina eða myndina af Jesú eins og hann sér hana þarna, ekki í merkingunni sko það að þetta hafi sannað þetta, hún sé svona, ekki sannað það með sagnfræðilegum aðferðum og bara einhverjum textafræðilegum aðferðum að Jesú sé þess eðlis sem raunverulega hann trúir að hann sé og raunverulega fólki í kristindómi, kristinni trú, þetta hann sé Messias og hann sé sonur Guðs og hann sé frelsari mannanna og allt það og hans grunnina og rótina sem hann kallar að þessu öllu saman, sem hans innilega nána og algjöra og sífellda samband við föður. Það alltaf þetta samband við föður. Hann fer afsíðis og biðst fyrir og gerir það bæði á erfiðum raunastundum sínum og eins líka gerir hann það strax við skírnina, að þar hann í bæn sko. Og skírnakaflinn mjög merkilegur og finnst mér og sýnir mjög mikla dýpt í, og það mjög gaman að lesa þetta fyrir kristna menn að sjá þetta eina miklu valdsingana sannar ekki að Kristur sé svona eins og hann að presentera heldur og segja að hann sýnir að hann sé svona í vitnisburðum breytingarinn sko. Og gerir það með þeirri dýpt og þessari merking og tilvísunum sem þarna að ræða til grunnsins í Gamla testamentinu og þetta sem partur af því hvernig Ratzinger kynni þennan þátt í inntaki kristindómsins, greinilega ekki eitthvað sem bara sagnfræði sem slík og ekki eitthvað sem sagnfræðin sem slík dómbær á, þegar þarna komið út í allt annað svið heldur en það sem hún tekur yfir og það sem sagnfræðin tekst á við að leiði ljós sem sannindi
eða sem staðreyndir, sagnfræðilega staðreyndir. Því hún vogar sér ekkert að fullyrða sagnfræðina að Jesús sé sonur Guðs, sko. En samt er þetta, þó að hann sé kominn þarna, nú getur maður sagt, já, þarna sjáu þið, hann guðfræðingurinn Ratzinger, hann er fljótur að stökka á vísindunum og sagnfræðinni og fer bara út í einhverja svona trúarkirkju, getur einhverju sagt, sko. En það er samt ekki, sko, hann er ekki einhverju uppreist gegn sagnfræðinni, hann tekur hann mjög skýrt fram, hann metur hana mjög mikils og þessi biblíufræðin almennt. Og hann segir til dæmis hérna á einu stað, hann segir, sko, þessi kristfræðilega túlkunarfræði sem lítur á Jesú Krist, sem lykilinn öllu og lærir honum hvernig skilja á biblíuna sem eina heild, útheimtir að nálgunin byggja á trú, en að þetta er ekki hægt að gera með hreinum sagnfræðilegum aðferðum, segir hann, eins og ég var að segja hann, en þessi trú er byggð á rökum, sögulegum rökum, og því er hægt að sjá innri einingu ritningarinnar. Á sama hátt öðlumst við nýjan skilning á einstökum þáttum sem hafa mótað hana án þess að þeir hafi verið sviptir sögulegum uppruna sínum. Og þannig held ég að sannsíumenn Jesú hafa upplifað hann og kynslóðarnar sem koma eftir, þrátt fyrir að hann hafi verið horfinn þeim sjónum að þeir hafa upplifað nálægina sem Jesús gaf og friðinn sem hann gaf og hans góðu og helgu nærveru. Og þetta segir páfinn í formálunum bóksinni að á þessu stigi fáum við nasasjón af því hvað innblástur jafnvel í sagnfræðilegu tilliti. Höfundur talar ekki sem afmarkaður einstaklingur, hann talar í lifandi samfélagi, það er að segja í lifandi framvindu sögunar sem hvorki hann í samfélagið hefur skapað. Hann er leiddur áfram af aðri mætti. Og aðeins síðar segir hann, reikningin kemur frá hjörtum lifandi fólks, pílagrímum Guðs og lifir í hjörtum þess.